Komið sæl og verið hjartanlega velkomin á ráðstefnu Háskóla Íslands líf og heilbrigðisvísindi. Mjög gaman að sjá ykkur hér í dag. Og það ánægja fyrir mig að fá að kynna fyrra 30 mínútna hádegis-erindi hér í dag sem fjallar áhrif mataræðis á geðraskanir barna. Og hann flytja Bryndís Eva Birgisdóttir og Bertrand Laut. Bryndís Eva prófessor við matvæla- og næringafræðideild Háskóla Íslands og Bertrand geðlæknir á barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Og þau hafa síðustu ár beint kröftum sínum meðal annars að tengslum mataræðis og geðraskana barna í öflugu þverfaglegu samstarfi við fólk úr öðrum stéttum heilbrigðisgreina. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, dömur mínar og herrar. Við erum náttúrulega tvö hérna í dag til að sýna í verki það öfluga þverfaglega samstarf sem svo nauðsynlegt í rannsóknum í dag þegar margþættum og flóknum spurningum svarað. Á þessum stutta tíma náttúrulega ekki hægt að tæma þennan brunn sem snýr að mataræði og geðröskunum barna því okkur langaði að ræða svo margt við ykkur en við munum samt byrja í dag á að fara svolítið víðan völl innan næringarfræðinnar almennt og segja ykkur frá niðurstöðum erlendra rannsókna og svo okkar eigin niðurstöðum. Og þetta sem sagt þær rannsóknir sem hafa verið gerðar í samstarfi barna- og unglingageðdeildarinnar BUGL og rannsóknastofu í næringarfræði og tengdra aðila innan HÍ og Landspítala. En matur náttúrulega magnað fyrirbæri og mig langar að byrja hér. Því við erum orðin meðvituð í dag áhrif mataræðis á heilsu manna, minni hætta á sykursýki, hjartasjúkdómum og öðru slíku, krabbameini kannski, auk þess að matur náttúrulega notaður í dag sem næringarmeðferð við margra sjúkdóma. En hugmyndin að það sem við borðum hafi mikil áhrif á líðan okkur til annars en bara lækna hungur hefur kannski ekki verið mikill fókus á. Samt vitum við ákveðna hluti, við þekkjum neikvæð áhrif áfengis, við erum líka vel meðvituð hressandi áhrif á kaffibollanum og okkur grunar að súkkulaði gera okkur aðeins hamingjusamari. En að önnur matvæli ætti að hafa einhver slík áhrif, bæði jákvæð og neikvæð, hefur í raun mjög lítið verið rannsakað, getur maður fundið fyrir ávirkni eftir mjólkurdrykkju, kvíða eftir að hafa borðað brauð, hefur þurft að útskýra hvernig færist yfir þig myrkur eftir að hafa borðað appelsínur, sem eru sögur skjólstæðinga. Þannig að nýlegar rannsóknir samt benda til þess að þessi áhrif gætu verið mjög einstaklingsbundin og við séum mjög mismunandi gagnvart því hversu viðkvæm við erum fyrir mismunandi matvælum. Jafnvel þannig að sami einstaklingur sé misviðkvæmur á mismunandi tímapunktum, eiginlega eins og með lyf. Ennfremur, hvað eins konar tilfinning og hvað það sem við getum mælt líffræðilega í líkamanum? Það vitum við ekki alveg enn og það það sem við erum alltaf að reyna að skoða. Þetta mjög áhugavert svið rannsókna sem eiginlega bara rétt að fæðast. Og það gerist náttúrulega ekki síst með nýjum og spennandi rannsóknar aðferðum og tækjum sem að valda byltingu á öllum sviðum rannsóknar, ekki síst í næringarfræði. En þegar maður hugsar það staðreynd að eitt matvæli getur innihaldið meira en 6.000 mismunandi efni og hér til skemmtunar innihaldið bara í venjulegum banana eins og hann frá náttúrunnar hendi, að þá getið þið skilið hvernig næringarfræðin svolítið eins og geimvísindi ennþá. Í stað þess að gera þessar lyfjafræðingar að kanna áhrif eins efnis í einu og vinnum við oft að rannsaka áhrif margra efna í einu og hafa áhrif þeirra á manns líkamann, bæði til skemmri og lengri tíma. Og að því að við erum mannleg þá reynum við náttúrulega að flokka öll þessi efni niður, alveg eins og við sjáum hér í efni frá náttúrunnar hendi og hefðbundin næringarefni og þennan spennandi massa þarna sem merktur á myndinni sem eru svona lífvirk hollefni í mat sem við vitum ekki eins og nöfnin á öllum ennþá. Og þrátt fyrir lög og reglur matvælaframleiðslu þá í raun enginn á Íslandi sem hefur yfirsýn yfir almennilega magn efnanna vinstra megin sem við neytum á hverjum degi. Varðandi efni sem í eðli sínu mjög góð hugmynd, þá má ekki setja hvað sem í matinn okkar, að þá eru samt dæmi að efni sem eru leyfð síðar, sem reynast síðar, hafa mögulega neikvæð áhrif. Og þá lagt á framleiðandann að skrifa umbúðir
getur haft neikvæð áhrif á athafnasemi og eftirtekt barna. Það svolítið skrítið nálgun. Þannig að hver fæðutegund inniheldur þá bara mismunandi magn allra þessara efna, en þetta var ekki alltaf svona. Hér dæmi breytingarnar sem hafa orðið á mataræði okkar á síðustu 100 árum. Þetta dæmi mat fyrir 4 manna fjölskyldu árið 1900 og síðan þá það hafa orðið rosalega breytingar á þessum tíma. Þetta matur fyrir 4 manna fjölskyldu árið 2000 og þetta kannski nær því sem við borðum í dag. Þannig að matvælavinnsla hefur svolítið tekið yfir allt ferlið og gefið okkur rosalega mikið að gæða matvælum, virkilega, en alveg rosalega mikið að drasli sem stundum erfitt að kalla mat. Og þetta maturinn sem börnin okkar að alast upp á núna og hvaða áhrif það hefur, vitum við ekki, en við vitum að sjúkdómstíðni margra sjúkdóma að breytast. Hvaða áhrif sem það eru. Innan næringarfræðinnar hefur fókusin verið að færast frá því að skoða bara einstaka næringarefni yfir í að skoða áhrifin á matnum í heild, bara venjulegum, næringaríkum, lítið unnum matvælum og þá líka næringarsnauðum. Og þetta endurspeglar svolítið í nýjustu ráðleggingunum sem speglar sig svolítið í þessu nýja norræna mataræði, í Miðjarðarhafsmataræðinu og svo framvegis. Og þessar ráðleggingar bara byggja á því hverjir lifa lengst og fá síður sjúkdóma. Og eru þess vegna líklegri til að fullnægja næringarefna þörfinni sinni og vera í góðu næringarástandi. Þetta eru bara sömu ráðleggingar fyrir alla og góður byrjunapunktur. Svo það hver og einn að velja hafna og í framtíðinni verða ráðleggingarnar eflaust meira persónubundnar. Og mér langaði bara, ég ætla að spurða þessi útvarpsviðtölum bara að minna á að þetta ekki það sama, af því að þarna vantar þessi flottu hollefni sem ég var að tala á hinni myndinni. Nú, en hversu margir fylgja þessum ráðleggingum og þá getur maður skoða börn, maður getur skoða fullorðna, þetta frá landskönnun, en það eru mjög fáir. Á Íslandi eru 10% sem voru að ná þessari ráðleggingum grænmetisneyslu í síðustu landskönnun. Erlendar rannsóknir sínar 0,5% þjóðarinnar eins og í Bretlandi að fylgja þessu, þannig að það sama á við börnin okkar og hér rými til að gera betur og við getum öll hjálpast að við það. Því að það í það minnsta ljóst að lélegt mataræði skiptir máli eins og sést hér á þessum snembarum dauða og glötuðum góðum æviárum. Og þá ekki bara átt við, aftur, nú kem ég að geðraskurum aftur, það ekki átt við bara hefðbundna sjúkdóma eins og sykursýki og hjartaæðasjúkdóma og annað, heldur líka tengslin við sjúkdóma eins og þunglyndi. Vegna þess að þegar að kemur að því að þá eru rannsóknir bæði á mataræði sem forvörn og hugsanlegri næringarmeðferð þó að fá að rannsóknir sé í dag til að börnum og úrlingum. Almennt það ansi margar þversnitsrannsóknir sem að hafa séð þessi tengsl milli neyslu á næringarsnauðum og mikið unnum mat eða næringaríkum mat og aukinar eða minni tíðni á greindum þunglyndistilfellum. En hins vegar það þannig að þær fái fram sínu ferilrannsóknir sem eru til sína þetta líka með forvarnirnar nema ein. Það nefnilega mikilvægt að rannsóknir séu framsýnar því þá fyrst spurt mataræði í stórum hópi fólks og síðan skoða greiningar fyrir þunglyndi seinna. Því að það alltaf veikleiki að skoða þetta þvert á, en þá geta líka flestar rannsóknir það eru miklu færri rannsóknir sem eru framsýnar en þær sem eru til sína þá sama hlut. Varðandi að nota mataræði við meðferðarþunglyndi að þá eru til nokkrar rannsóknir sem sýna að þegar þú bætir þessum þætti við verulega jákvæð áhrif. Aðrar sýna engin áhrif. Þannig að við erum alltaf að vinna með þetta og mismunandi rannsóknir aðferðir og svo framvegis. Það var því. Gjörst vel. Komið sæl, tekið við í sambandi við ADHD. Mikið til af efni á netinu þetta og það nefnilega mjög mismunandi á hverjum sterkum vísindalegum bakgrunni liggja allar þessar ráðleggingar og rannsóknir og efni bara almennt. Það eru tvenns konar rannsóknir sem eru að taka eða íhlutun sem tekur út úr mataræði ákveðnar fæðutegundir, ákveðnar næringarefni stundum. Til dæmis með litarefni, sykur, few food diets, ég ætla að segja eitthvað meira þetta á eftir.
Svo hins vegar eru íhlutanir sem eru að auka neyslu ákveðna fæðu tegunda eða næringarefna og til dæmis með omega-3 fitusýru og það hlutfallslega bara margar rannsóknir þetta sem búin að birta. Geðlæknar hafa lengi haft áhuga á þessu hvort það sé hægt að hafa áhrif á geðraskanir með mataræði og gaman að sýna í þessu tímariti sem var síðan mjög frægt tímarit, The British Journal of Psychiatry, grein frá 1910 sem rannsókn sem að reyna að lækna melankólíu sem alvarleg þunglyndi með gerlum, sem sagt lactobacillus. Það reyna að hafa sem sagt áhrif á þarmaflóru á þessum tíma, það mjög merkilegt. Og svo mér finnst gaman líka að nefna það í Egils sögu Þorgerður að bjarga lífi Egils, ekki sagt, með því að lata hann til að drekka mjólk en líka með því að fá hann til að borða söl og í því náttúrulega mikið af jóð sem mikilvægt næringarefni sem hefur sterk áhrif á skjálftkirtil sem hefur sterk áhrif á líðan og þunglyndi meðal annars. Það bara merkilegt líka. Varðandi ADHD og meðferði ADHD auðvitað kemur mataræði ekki í staðinn fyrir hefðbundin meðferð og örvandi lyf, við vitum það skila árangri með ágætis áhrifastærð. Ég vil nefna líka foreldraráðgjöf og kennsla í aðferðum atferlismótunar sem eiga líka að vera hluti af meðferði ADHD. Það mikilvægt og það má ekki gleyma því. En árangur lyfjameðferðar stundum takmarkaður og aukaverkanir algengar og sérstaklega með lystarleysi, áhrif á svefn, áhrif á vöxt, mjög mikilvægt að fylgjast vel með því og bara stundum hendar lyfjameðferð ekki og stundum þolist það ekki heldur. Og 30–50% hætta lyfjameðferð innan 24 mánuða og jafnvel 60–80% innan 30 ára. Auðvitað oft spurning í sambandi við eftirfylgni, hvort þessi eftirfylgni sem skiptir höfuðmáli hefur verið nóg og velgert. En maður talar mataræði sem getur kannski orðið hluti að meðferði ADHD, maður finnur fyrst þversnið rannsóknir sem eru í rauninni ekki mjög góðar rannsóknir þannig sé en þessar rannsóknir sýna það sé mjög mikilvægt að borða fjölbreytt fæði. Bryndís Eva hefur nefnt til dæmis þetta Mediterranean diet og þessi rannsókn númer 2 niðri frá Kóreu og sýnir svipaðar niðurstöður. En þetta eru rannsóknir sem eru að meta ekki tengsl, það meta tengsl en ekki orsakasamband. Þannig að það meta mikið af einstaklingum sem eru mjög mismunandi, mjög misjafnlegir og þannig að þeirra niðurstöður eru því miður takmarkaðar. Það að skoða frekar kerfisbundin endurskoðun, systematic review og líka safngreining. Og í þessum efnum gott að nefna þessi safngreining sem kemur fram þarna sem var birt í Danmörku, 52 rannsóknir voru birtar fyrir 2013 sem liggja miklar áherslu á omega-3 fitusýrur og segja að það sé mikilvægt að gera fleiri velstýrðar rannsóknir í rauninni með fleiri einstaklingum. Síðan koma kemur þessi endurskoðun sem þar eru höfundir mjög sem sagt spenntir fyrir þessu og segja meðal annars frá 4 rannsóknum sem sýna fram á það að neyslu omega-3 fitusýra geta jafnvel hjálpa lyfjameðferð og geta jafnvel hjálpa til að minnka skammta lyfjameðferð sem mjög áhrifavert fyrir okkur en það á eftir að staðfesta það náttúrulega. Og svo jafnvel mælt með einhverja hlutfalli á milli EPA, DHA og GL.
Þannig að það það sem við gerum heima á hverjum einasta morgni og heima hjá okkur sem betur fer ekki blá olía sem í frustunum. Fábreytt fæði hefur verið mikið rannsakað og þetta matarhlutum sem erfitt að framkvæma og þarf að framkvæma undir stífu eftirliti og með mikinn stöðning frá fagaðilum. Það verið að taka út úr mataræði nokkrar fæðutegundir sem á að skilgreina vel náttúrulega og hér dæmi einhverja fæðutegundir sem má borða. Þannig að það ekki mikið eftir og mjög erfitt að framfylgja svona mataræði og það ekki ráðlagt að gera þetta í langan tíma án eftirlits náttúrulega. Svo þetta frekar lýst sem í rauninni greiningaraðferð til að greina betur hvort barnið sem sé með óþol eða jafnvel ofnæmi fyrir ákveðna fæðutegundir. Og þá fer maður í einhver endurkynningaferli þar sem matvælum eru bætt inn aftur smá saman og fylgst með einkennum hvort einkenni koma aftur og þá maður getur vita hvaða fæðutegund erum að ræða. Þessi safngreining mikilvæg því að hún kemur, þetta bara fyrsti samgreining sem kemur í rauninni með áhrifastærð og maður sér strax að fábreytt fæði hefur svolítið meðal gott áhrifastærð þannig að það greinilega hefur þetta áhrif á ADHD-einkenni omega-3 fitusýrur miklu minna en svo ég sagði það á að gera fleiri velstýrðar rannsóknir og svo þetta með mataræði án litarefna og það mjög mismunandi og misvísandi sem kemur úr rannsóknum en Bryndís nefndi það ákveðin tegund af litarefnum sem geta skert athygli og hegðun barna og það reglugerð sem frá 2011 sem segir það eigi að matvæli sem innihalda þessa litarefni eiga að bera viðvörun þetta en það þetta á við í rauninni stundum namibóka sem börnin okkar eru að borða helgar. Þetta kemur fram mjög litlum stöðum þegar maður þarf stækkunarglur til að flytta lýsið. Aðeins nefna okkar rannsókn sem rannsókn með fábörn og þeim í rauninni mjög, þetta verkefni samvinnuverkefni á milli BUGL og næringastofa í næringafræði við HÍ og Landspítala og það hefur hjálpað mjög mikið til að læra óbúslega mikið og þetta hefur þessi rannsókn og ég þakka sérstaklega þessa einstaklinga sem koma fram þar að liggja grunn í rauninni af framtíðinni held ég varðandi okkar samvinnu og vonandi ráðleggingar sem þetta koma sér. Markmið var að skoða áhrif tveggja ólíkra mataræðisýrhlutana, fjölbreytt fæði og fábreytt fæði á einkenni 6-12 ára barna sem greint hafa verið með ADHD og sérstök áhersla var lögð á metafylgni og líka hvort þessar kröfur sem voru gerðar til fólk væru raunhæfar kröfur fjölbreytt fæði. Þetta hægt að finna þetta á heimasíðu landlæknisembættis og þetta ég held að margir þekkja þetta. Næringastofa hefur byggt þessar 2 bæklingar sem auðvelt að finna og hjálpa fólki í rauninni mjög mikið í daglegu lífi. Aðferðir þáttakendum á BUGL og frá BUGL og Þroskahægðarstöð var Slembi raðað í 3 hópa, 2 rannsóknarhópa og 1 viðmiðaða hóp. 5 vikna íhlutun í þessu og bara ítaleg skráning á þeirra mataræði. Ítalegir matslistar mataræðir meðferðarheldni, ítalegir matslistar líka geðrænt einkenni og aðlögunareinkenni. Það sem sterkt í þessari rannsókn að við fengum kennaralista og kennararnir voru blindir, matsveðilar og svo stafra mat á barninu hjá barnageðlækni
undirrituðum og ég var blindaður. Svo blóðblöður. Niður stöður síndu að neysla í rauninni í þessum hópi var svolítið lík og hjá almennum börnum á Íslandi og síkurneysla var yfir Það heyrast eitthvað lágt. Já, ok. Já. Hérna fá hér yfir, það sjá hvað þið getur hækkaði hérna. Þeir sem hættu við voru börn sem voru að bíða eftir uppflytjum sem voru í rauninni viðhópi. Í rauninni var mjög góð með þeirra herni og þessar fjölskyldur fengu mikla hjálp frá okkar næringarráðgjöfum. Eðlileg blóðgildi nema 2 börn sem greindust með alvöru fæðu ofnæmi og auðvitað var þetta mjög mikilvægt fyrir þeim að fá þessa greiningu. Matkennara var orðið fábreytt fæði, fundum varðandi matkennara á athygli og matforeldra á hegðunar erfiðleikum og í varðandi fjölbreytt fæði núna. Það var áhrifastærð voru miklu hærra með sambandi við matforeldra á athygli og tilfinningarerfiðleikum og barnageðlæknis á kvíða og þunglyndi sérstaklega líkamleg en ekki kvíða. Þannig að það augljóslega hægt að hafa áhrif á líðan og hegðun barna með mataræðis íhlutun en það vantar miklu fleiri rannsóknir. Já, þetta var ótrúlega skemmtilegt að fá þessar niðurstöður. Mér langaði eiginlega bara í kjölfarið að minnast örstutt á meðferð. Varðandi næringarmeðferð í dag að þá auðvitað kallaður inn klínískur næringarfræðingur ef að barn léttist verulega, oft lystarleysi, fylgifiskur, lyfjagjafar. En önnur almenn úrræði snúa bara að því að biðja fólk að borða heilsusamlegan mat. En auðvitað væri óskandi að það væri einhvers konar einstaklingsmiðuð næringarmeðferð og að gott mat á næringarástandi færi fram í upphafi meðferðar og meðan á greiningarferlinu stæði. Og að þetta væri hluta af meðferð sem í boði væri og sérstaklega að klínískar leiðbeiningar eins og í Bretlandi að þar þetta sett inn. Það á að skoða næringarástand og þá ef það grunur að mataræði geti haft áhrif á hegðun þá eigi að skoða það sérstaklega. Og þá að gera það í teymisvinnu. Þetta alltaf teymisvinna allra þeirra sem eru með börnin í meðferð. Nú, ég ætla aðeins að minna á einhverjuna, þennan hóp, að börn sem eru greind með einhverfu. Þessi hópur eru oftar matvandur og á við aðra þætta glíma varðandi mat en börn með ADHD. En þar svipað á teningnum varðandi rannsóknir. Það eru margar rannsóknir gerðar, þarna eru fleiri rannsóknir gerðar sérstaklega af því sem kemur sýra mjólk og glúteni. Þær eru litlar, ekki alltaf að bestu gæðum, það vantar oft viðmiðunarhópa og annað slíkt. Þannig að það ofsalega mikilvægt að halda áfram og að rannsaka þetta betur. Niðurstöðurnar eru þá, bæði okkar og annarra, að sama mataræði virðist ekki hafa sömu áhrif á alla og það margt sem bendir til þess, eins og Bertrand segir, að það sé hægt að draga úr einkennum. En hversu lengi, hve langan tíma, það þarf að skoða þetta í stærri rannsókn. Það margt á huldu, hver það þessi mekanismi, hvað erum við að horfa á? Við viljum alltaf fá að vita hvað þetta á sama hátt og með lyfum. Og það eru margar kenningar þennan mekanisma. Þetta fæðu óþol, gegndræpir þarmur, þetta ópíóðulík efni sem og svo framvegis. Upp á síðkasti hefur svo náttúrulega athyglin verulega beinst að örveruflóri meltingarvegarins sem eins konar nýtt líffæri sem við þurfum að þekkja betur til. Þessi 2 kíló af bakteríum og öðrum örverum sem við höfum í meltingarveginum og hvert og eitt okkar með sína einstöku samsetningu sem byrja að koma sér fyrir bara frá þeim degi sem við fæðumst, kannski fyrr, að þetta virðist geta haft eða hefur sterkt tengst í rannsóknum við framtíð heilsu okkar, allt eftir því hvernig hún samsett og hver virkni hennar áhrif á gegnum taugar, ónæmiskerfi, hormónastarfsemi, efnaskipta jafnvægi, þannig að það virðast hafa fjölda leiða til að tala við heilan eða líkamann og hann tilbaka. Það eru samskiptaferðlar þarna og boðleiðir á milli, það kalla það gut-brain axis oft í greinum og þessi samskipti. En þau áhrif sem hefur farið í hér fyrir í dag að áhrif á
hugsanlega væri hægt að draga úr einkennum ADHD einhverju þunglyndis, að það gæti að hluta þá til verið í gegnumverðurflóruna og eins og sýnt hér fyrir fleiri sjúkdóma og áhættuþætti. En þetta virðist ekki bara vera á líðan, heldur líka vera á líðan, tilfinningar, skynjun. Það eru ákveðnar vísbendingar það líka, bæði í dýra og rannsóknum í fólki. Vitræna getu, streitu, viðbrögð og annað, þetta eitthvað sem þarf að taka tillit til. Hversu miklu málum skiptir, það óþekkt, en rannsóknina sýna tengsl. Og röskun á þessum blómlega örverubúskap virðist geta haft neikvæðar afleiðingar til skemmri og lengri tíma á bæði líkamlega og andlega heilsu. Og til þess að viðhalda þessari flóru, þá náttúrulega það eru mjólkursýrugerlarnir og súrkálið og annað sem sýrt með slíkum gerlum. Og svo það trefjaríkur matur sem lykil þáttur hér, virðist vera, og það oft ríkur af öðrum lífvirkum hollefnum. Oftast kemur þetta best út þetta prebiotics með grænmeti, lauk, hvítkál og annað sem eiga þátt í að viðhalda þessari vinalegu flóru. Hér á mikið eftir að rannsaka og að hvaða leyti matur hefur áhrif, hversu mikið, en hann hefur einhver mótandi áhrif að maður sér það í rannsóknum og tekur þátt í að þróa þessa samsetningu. Að sjálfsögðu líka til greinar áhrif hreyfingar af flóruna, svefnsins á flóruna og auðvitað þar þessi lífsstílsþáttur svo mikilvægur. Og á móti þá sýklalyfin, ýmiss konar sýkingar og fækkun bakteríana, mónótón flóra ekki af hinu góða og getur aukið á bólgusvörun og stress af hvers kyns toga. Og þá aftur óþol. Þetta tengir svo hugsanlega óþoli fyrir ákveðnum fæðutegundum og hvernig það getur hugsanlega birst í breyttri hegðun alveg sérstakt rannsóknarsvið. Á síðustu árum hefur horft á flóruna og gegndræpi og hún hleypir að þegar að prótínbrotnarnir peptíð þá verða til litla peptíðeiningar, hún myndir þá hleypi gegnum sér stærri peptíðeiningum sem eru svolítið ópíóíðlíkar einingar og þeir sé að valda þessum usla. Það ein kenning og þá verða til svona vísindagreinar eins og brauð og aðrir ætilegir þættir í tengslum við geðraskanir. Þetta allt kenningar í dag og þetta ekki Mér getur sagt svo að þetta fleiri review-greinar þetta efni heldur en fjöldi vísindagreinar sem virkilega að rannsaka efnið og það skal maður alveg hafa á hreinu. Þannig að, en þarna þá sérstaklega kæsin og glútenin sem þegar þau brotna niður þá mynda þau ákveðna tegundir af peptíðum sem við þekkjum en þá líka við fisk og aðra þætti. Þannig að hvernig maturinn talar við okkur á hverjum degi náttúrulega alveg magnað. En allt þessu samtengdi eru líka óþægindin frá meltingavegi sem margir sig kljást við geðraskanir kvarta yfir. Ég held kannski að þegar við vorum komin hingað og þá fórum við að hugsa þessi rannsóknarhópur og að það væri gott að kortleggja þetta allt saman á Íslandi. Að feta ótrúlega slóðir í þessum rannsóknum, bæta við þá þekkingu sem þegar til staðar. Skoða mataræði og þarmaflóru og geðraskanir í stærri hópi með samstilltum aðgerðum. Skoða einkenni frá meltingavegi, óþol, lyfin, fæðingarsöguna, því það skortir verulega á að skoða börn og unglinga. Það eru enda þetta viðkvæmur, sérlega viðkvæmur hópur, en hins vegar ákall eftir slíkum rannsóknum. Því það þekkt að það munur á samsetningu þarmaflóru barna með raskanir á borð við einhverfu og ADHD í samanburði við bæði heilbrigðssystkin og samanburðarhóp í smærri rannsóknum og það minni breytt tegunda og fjölgun á ákveðnum tegundum. Þannig að það að skoða þetta svona eitthvað sem okkur langar til að gera og þetta þá rannsóknarhópurinn og stóri rannsóknarhópurinn okkar við öll sem gerðum bæði ADHD rannsóknina og stóðum stöndum að þessari nýju rannsókn. Því að það þekkt og þetta sem Birna Ásbjörnsdóttir sem doktorsnemin í þessu verkefni sem á þessar glærur núna hérna frá að það aukið gegndræpi þarma og að við aukið gegndræpi að það geti komist út í vefi og blóðrás smærri efni og stuðla þar að bólgum og það eru þessi bólguþættir sem mikið talað í tengslum við þessar raskanir. Þannig að
ætlunin sem sagt að gera þetta sem ég nefndi og mér sýnist að tíminn sé að hlaupa frá mér. Þannig að við erum að sækjum núna leyfi og klára alla það þætti sem það er að gera áður en maður hefur rannsókn. Við erum búin að skipuleggja þetta og vonumst bara til að gera þetta mjög að geta farið í gang með þessa rannsókn mjög fljótlega. Tíminn er búinn, er það ekki? Hann er búinn, ok, þá ætlum ég bara að segja hérna því mér langar svo að blása til. Það er sama hvað þú gerir. Það er alltaf rannsóknin að koma alltaf með grænmeti í gegn. Þetta er bara að blása hér til grænmetisbyltingar fyrir örveru flórun okkar alltaf. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir kærlega fyrir Bryndís Eva og Bergmann fyrir þetta mjög svo áhugaverða erindi. Jú, takk, það var ekki. Við komum þá að seinna hádegiserindinu og það er ánægilegt að fá að kynna Karl G. Kristinsson sem ætlar að fjalla uppruna matvæla, bakteríur, fæðuöryggi. Karl er prófessor í sýklafræði við Læknadeild Háskóla Íslands og hann er jafnframt yfirlæknir við sýkla- og veirufræðideild Háskólans. Karl, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir hlutamenn, það er mér mikil ánægja að fá að ræða þetta mikilvæga málefni sem að varðar okkur öll gríðarlega mikið og hefur að fengið allt og litla umfjöllun og opinberum vettvangi. En það er þessi gríðarlega ofnotkun sýklalyfja sem hefur átt sér stað í landbúnaði og tengist því sem ég ætla að fjalla í dag. Ég byrjaði að segja það, svo sé enginn vafa því að ég hef engra hagsmuna að gæta. Ég er 100% ríkisstarfsmaður og er ekki óvirkur í hagsmunasamtökum og stjórnmálum. En það má segja að ég beri hagsmuni barna minna og barna fyrir brjósti. Ég vil ekki að þau geti sagt þegar sýklalyfin er orðin óvill, virka ekki á algengar sýkingar. Já, afi minn vissi nú betur en hann gerði ekkert í því. En ég vona að eftir að hafa hlustað á fyrirlestur minn að þá finnið þið til ákveðna samkennda með mér og aðeins farið að hugsa alvarlega hvað við neytum, hverju við neytum og neysluvenjur. Með fæðuöryggi eigum við sem sagt að framleiðsla, meðhöndlun og geymsla matvæli komi í veg fyrir sjúkdóma þeirra völdum. En venjulega þegar þetta er rætt þá erum við að hugsa sýkla eins og salmonella, kampylobakter, listeríu og nóravírur sem sýkla sem að jafnaði valda sýkingum, reyna að koma í veg fyrir þá. En í rauninni er núna í dag ein mest áhættan tengd örverum sem eru að jafnaði ekki að valda sjúkdómum en geta borið sýklalyf ónæmi. Og það er það sem kannski áherslan verður á hjá mér. En það má líka velta því fyrir sér að fæðuöryggi er líka að landsmenn hafi nóg að bíta á brenna, nóg að borða og þess vegna held ég skipti máli líka að við verðum sem mest sjálfbær í kjötframleiðslu og grænmetisframleiðslu hér á landi ef eitthvað skyldi bjáta á eins og náttúruhamfarir sem við gerst áður eða styrjaldir. En það sem að skipti kannski mestu máli varðandi þessa breyttu framleiðsluhætti er gríðarlega miklu fjölgun mannfjöldans á jörðinni og mikil aukin á kjötneysla og hérna sjáum nú bara hvernig aukningin hefur orðið. Það tók 1800 ára að fjölga frá 200 miljónum upp í 1 milljarð en það tók aðeins 88 ára að fara frá 2 milljörðum upp í 7,7 milljarð. Og samkvæmt spám Sameinuðu þjóðanna þá mun þessi fjölgun halda áfram með þessu að hraða út þessa öld. Þetta kallar náttúrulega á aukna framleiðslu á kjöti. Mest mannfjöldaukningin hefur orðið í Asíu og það er einnig sem sagt langmest fjölgun aukning á kjötframleiðslu. Þetta er sem sagt í tonnum í heiminum og þetta er
aðeins þessi mikla aukning hefur öll átt sér stað eins og þið sjáu þessu síðustu rúmi 50 árum en frá 1961. Langmest aukningin í Asíu, tiltölulega lítið í Evrópu. Hérna þetta graf sýnir sem sagt svo skiptingu kjötframleiðslunnar eftir dýrategundum og það er nokkuð ljóst að langmesta aukningin hefur orðið í framleiðslu á kjúklingum og svínum. Og enda talaðu það sem stundum hefur verið kallað búfjárbyltingin. Hvað er þessi búfjárbylting? Jú, það er þessi gríðarlega fjölgun sem stafaði af fjölgun búfjár í Asíu og það tengir samþjöppun á svæðum þar sem aðföng og markaðir eru til staðar eða aðalega við stórborgir eða við þéttbýli. Þetta er kallað mjög stóra verksmiðjubúgarða, það sem industrial farming og því tengist svo kallað aftenging á milli búfjárræktun og fóðuruppskeru vegna þess að þetta færist nær stórborgunum þar sem er lítið landbúnaðarsvæði. Og leið hefur orðið þróun frá nautgripum og kindum í svín og annað fugla en landfræðileg samþjöppun og búfé og svæði með minni landbúnaðarsvæði hefur gríðarlega mikil áhrif á umhverfið, nær umhverfið og einhvern veginn var að þá skít, skólp og væskæði. Hérna sjáum við myndir og dæmigerð verksmiðjubúgarðum, annars vegar sem er að rækta kjúklinga og hins vegar svín og það má ljóst vera að þannig verða að rækta þessi dýr í miklu meiri þrengslum heldur en þetta er í hefðbundum landbúnaði. En það stress sem að dýrin verða fyrir kallar á það þau eru viðkvæmari fyrir smitsjúkdómum og ef komið smitsjúkdómar upp þá breiðast þeir mjög hratt út og það er mjög mikill skaði fyrir bændurnar og það er kallað á það menn er að nota sýklalyf mjög mikið í forvarnarskyni og líka í svokölluðum svona til vaxtarörfunar. En hvað er þetta vaxtarörfun? Það þess kallast á ensku growth promotion. Jú, það er þau eru gefin sýklalyf sem er heilbrigðum dýrum, sem er ekki með sýkingar og það gefur þá í litlum skömmtum í langan tíma, vikur eða eftir mánuður. Þetta er raunin alveg uppskrift að því hvernig er best að framleiða ónæma sýkla. En ágóðin á bændurnar, þetta kostar lítið þessi sýklalyf en þau fá meiri þyngdaraukningu per fóðureiningu. Áhættan er augljós og þetta var bannað í Evrópu 2006 og það hefur verið settar takmarkanir í Bandaríkjunum en það er ekki ennþá búið að banna þetta þar. En víðast í heiminum er þetta þá líði en það er svo að sýklalyfjanotkun er víða meiri í landbúnaðinni mönnum, 66% í Evrópusambandunum, 80% sýklalyfi í Bandaríkjunum er í dýr og það er áætluð 70% til vaxtarörfunar til að meðhöndla heilbrigð dýr í ágóðaskyni. Hvað gerist þegar við gefum dýrum eða mönnum sýklalyf? Jú, við erum 10 til 100 sinnum fleiri örfur á og í líkamannum heldur en líkamsumur. Og mest af þessum örfurum, eðlulega örfurflóra okkar er í þörmunum. Og þar eru að jafnaði, við skulum vona að mestu leyti næmar sýklalyfa næmar bakteríur sem getur verið þessar grænar. En þessi einstaka ónæmar bakteríur eru kannski til staðar, eins og þessi rauða. Svo koma sýklalyfin, þau fækka þeim næmum bakteríum og leið skapast rými fyrir þær sem eru ónæmar til þess að fjölga sér og endanum yfirtaka þær næmu og verða í miklu meiri hluta og ef þetta eru breiðvirk sýklalyf að þá er þetta yfirleitt kannski fjölónæmar bakteríur sem eru búin að ná yfir höndinni og þessi fjölónæmi bakteríur fara út með saur og við getum ímyndað var það að það eru svona 100 sinnum meiri saur frá kúm en mönnum að þetta er gríðarlegt magn sem er skilst þarna út á ónæmum sýklum og að sýklalyfin eru yfirleitt útskilin líka með saur eða þvag. Þetta hefur gríðarleg áhrif á umhverfið. Jarðveg voru grundvall mengasta sýklalyf með ónæmum bakteríum í umhverfinu. Því miður brotna mörg þessar sýklalyf eins og ciprofloxacin nánast ekki niður í umhverfinu. Tetrasýklalyf brotna mjög hægt niður í umhverfinu. Þetta eru mjög breiðvirk sýklalyf. Í námönduveina lyfjaverksmiðju í Indlandi þá var grunnvatnið það mengað af ciprofloxacini að þétting í grunnvatninu var meiri heldur en í blóði sjúkling sem er að taka inn lyfið. Vandamálið er mest í þéttbýli manna og dýra
Það sem skortir náttúrulega á hreinu og ómenguðu vatni. Og dýraskítur mikið vandamál. Venjulega sprautað yfir engi og akra í auðvitað þeim tilgangi að viðhalda næringarefnunum í jarðveginum, en leið dreifum við sýklalyfjaleifum og ónæmi sörgæslum, en í þessum stóru verksmiðjubúgörðum þá ekki hægt að dreifa þessu til. Það svo mikið skítur og langt á landbúnaðarsvæðin, þannig að þetta safnað fyrir í stórum sílóum eða hvað segja lónum sem að síðan geta auðveldlega mengað grunnvatn og hafa gert það, stór slys til sem tengjast því. Þannig að þetta vandamálið, og það sem að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur bent á mikið undanfarið og hefur orðið mikið rætt, mun meira heldur en var áður, að við lifum öll í sama umhverfi. Við lifum í sama umhverfi á dýrin, og það sem við mengum, það hefur áhrif á dýrin, það sem dýrin menga, það hefur áhrif á okkur. Sýklaðir sem við tökum geta leitt til sýklaónæmi sem að dreifist í dýr, en þetta þessi miklu sýklalyfjanotkun og miklu meiri áhrif sem dýrin hafa umhverfið eru núna að skila sér. Því að sýklalyfjanotkun í landbúnaði ennþá aukast gríðarlega mikið, þá sérstaklega í þróunarlöndunum, og við spár gera ráð fyrir að það verði mjög mikil áframhaldandi aukning. Þetta það sem kallað þetta One Health concept, það að segja ein heilsa. Við erum sem sagt að deila umhverfinu með dýrum. Sýklalyfjaónæmi ein mesta ógn við lýðheilsu í heiminum í dag. Og ef ekki verið gripið til samræmdra og samhæfðra aðgerða allan heimstefnum að tímabili án virkra sýklalyfja þar sem algengar sýkingar valda afturðauðsföllum. Skurðaðgerðir og krabbameinslækningar verða mun hættulegri. Sýklalyfjaónæmi sem sagt ógn sem brýnt að bregðast við sem allra fyrst. Samt við allt og lítið að ræða þetta hér á Íslandi, vegna þess að staðan á Íslandi svo góð að við áttum okkur ekki á því að ógnin bara rétt handan við hornið, og við getum tafið þetta ef við bregðumst rétt við. Skýrslu O'Neill fyrir bresku ríkisstjórnina hefur verið tíðrætt í fjölmiðlum og í vísindaþingum, þar sem hann spáir því að árið 2050 ef ekkert verið aðgert, að þá muni 10 milljón manns deyja af völdum sýklalyfjaónæmis á ári. Það eru fleiri en deyja í dag af völdum krabbameins. Eins og ég sagði áðan, þá er menn oft þurfum að tala um matvælaöryggi, þurfum að tala um salmonella, Shigella, Campylobacter, þessar bakteríur. En ég vil að við horfum núna á mér þessi mögulega sýkingavaldar sem eru rauninni bara hluti af eðlilegu örveruflórun okkar og geta valdið sýkingum, og þetta eru eins og stóri bakteríuflokkar eins og Gram-neikvæðar stafbakteríur og þá einkum flokkurinn Enterobacterales sem í eru mögulega sýkingavaldar eins og E. coli, Klebsiella og Enterobacter, en einnig í sama flokki eru salmonella og Shigella. En bakteríurnar hafa nefnilega möguleika á að flytja erfðaefni sitt með svo kölluðum erfðaflutningum, og að þeim langt mikilvægast erfðaflutningur tengjaæxlun sem byggir á því að það sem erfðaefnisspjötur sem sjálfstæður utan litningsins, að hann getur flust með sjálfstæðum hætti yfir í aðra bakteríur sem eru skyldar og tvöfaldast leið, þannig að það verða eftir í gjafanum og viðtaka bakterían verða þetta ónæmi, og með þessu getur flust ekki bara gen sem að segja til myndun ónæmis fyrir einu sýklalyfi, heldur mörgum sýklalyfjaflokkum samtímis. Þannig að þetta getur farið úr meinlausi þarmabakteríu yfir í salmonella, Shigella eða taugaveikibakteríuna þess vegna. Þannig að þessar mögulegu sýkingavaldar eins og E. coli og aðra þarmabakteríur, þetta bara hluti af eðlilegu þarmaflórunni, og við vitum ekkert í rauninni hvort að þær eru næmar eða ónæmar. Ef við förum til Indlands og sækjum þessu bakteríu og komum með henni tilbaka í þörmunum okkar og við vitum ekkert af því, ekki nema að vera svo óheppin að lenda á sjúkrahúsi og fá sýkingu, eins og betur fyrir lendum við fæst í því. Og þessi bólfesta getur verið mislöng áður en hún veldur að bakteríurnar taka upp á því ef þau gera það að valda sýkingum, þannig að það að rekja sýkingar gríðarlega erfitt, því við vitum ekkert hvenær bakterían kom fyrst í þarmana. E. coli einn af mikilvægstu af þessum sýklum. Hann algengast orsök þvagfærasýkinga og blóðsýkinga, algeng orsök spítalasýkinga og veldur 40.000 dauðsföllum í Bandaríkjunum á ári. Í þessari bakteríu hrattvaxandi sýklalyfjaónæmi, og í þessum flokki eru karbapenum sýklalyfin sem langbreiðust sýklalyfin,
að verða, ónæmi fyrir þeim að verða algengari, breyðist hratt og þá oft eina lyfið sem eftir síðasta hálmstráið, lyf sem heitir kólistín, sem að rauninni var hægt að nota fyrir áratugum síðan vegna þess að hafði svo mikla reiturverkanir í mönnum, en því miður þá hefði menn tekið upp á því að nota það í staðinn í landbúnaði og gríðarlega mikið í landbúnaði í Kína og í nóvember 2015 þá fannst kólistín ónæmi á plasmíði í Enterobacterales. 15% síðan frá kjöti, 20% frá dýrum, aðeins lítill hluti í inniliggjandi sjúklingum en það sem allt var, kólistínnotkunin var í landbúnaði, það var nokkuð ljóst að þetta var til í landbúnaði, breytist þannig út og því miður að þá þetta leiðir til þess að þetta hefur dreifst allan heim, sennilega var þetta búið að þróast áður en menn fundu þetta. Þetta fundist öllum út allan heim eins og segir og það eru konir stofnar sem eru bæði karbapenum og kólistínnónæmir og eru þá ónæmir fyrir öllum sýklalyfjum. Menn eru sammála það eru takmarkar notkun kólistíns í landbúnaði sjálfsögðu. En hvaðan koma þessar E. coli bakteríur? Nú, við veitum að sýkirnar verða yfirleitt til frá þörmónum en í þarmana koma þær einhvers staðar frá. Nýlega rannsókn sem birt var á síðust ári og var gerð í Flagstaff í Arizona þar sem að 3709 stofnar af E. coli frá alifuglum, svínum og þvagfærasýkingum var rannsakað með heilkennamingisræðningum sýndu það að menn áætluðu það út frá því að 14% af E. coli þvagfærasýkingum var upprunna frá kjöti á markaði. 14% kann hljóma lítið en ef við horfum á það hvað þetta algengar sýkingar að þá þetta gríðarlega mikið magn. Og alþjóðaverslun með matvæli að vaxa mjög hratt og flókin og þetta þarna sjáið stærð hringana fer eftir magni útflutnings, mest náttúrulega frá Bandaríkjunum, Frakklandi og Þýskalandi, en þarna Holland gríðarlega stórt. Þó að íbúafjöldi sé lítill, það bara vegna þess að þeir eru mikið að flytja inn líka og flytja út og eiga við matvælina mikið útflutningsstaður. Þannig við þurfum að huga því sem sagt ef að maturinn að fara svona út allan heim, hvaðan að fá matvæli? Skiptir það máli? Þetta nýlega tölur sem sagt sýklalyfjanotkun í landbúnaði í Evrópu frá 2016 og þetta staðlaða tölur með þyngd og fjölda dýra í hverju landi og við sjáum það að munurinn gríðarlega mikill, mest notaði á Kýpur og þetta mist á Íslandi og þarna nánast 100-faldur munur. Mikið notað eins og sjáum við þarna í Suður-Evrópu, skildi þessi munur skipta máli. Auðvitað skiptir hann máli vegna þess að sýklalyfjanotkun nátengt sýklalyfjaónæmi. Því meira sem við notum sýklalyfjum, þeim meira verður sýklalyfjaónæmi. Skildi þetta endurspeglast í því þá? Að sjálfsögðu gera það. Þetta nýjustu tölur sem skoða svokölluðar bendibakteríur í þessu tilfelli E. coli í matvælum í Evrópu og þetta grafsýnir E. coli frá kjúklingum árið 2016 og efst sjáum við þegar græni liturinn stýður ekki ónæmi fyrir einu sýklalyfjum, svo bætist við eftir sem liturinn dökknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 lyf ónæmi. Ísland sker sig nokkuð mikið úr það bara með ónæmi fyrir 3 sýklalyfjum en öll hinn meira og alveg upp í 9 sýklalyf. Og þið sjáum þessi norður-söður hallandi að norður-Evrópu þess að nota lítið af sýklalyfjum, þar ónæmi lítið en í Suður-Evrópu þar ónæmi mikið. Þannig að þetta sýnir þetta vel út. Og þetta nýlega rannsókn sem nýbirt frá Ítalíu sem rannsókn á E. coli bendibakteríum í dýrum á Ítalíu og hérna sjáum þið, þetta eru kjúklingar að hér þetta MCR positív, þetta eru plasmín sem innihalda kólistínnónæmið, að það orðið útbreitt í kjúklingum og svínum á Ítalíu. Kunningi minn á Landspítalanum sagði mér frá því bara í vikunni að hann hefði fyrir stöftur gegn kjúklingar sem voru fluttir frá Danmörku og var dansk í fánin og danski merkið á kjúklingum en með litlum stöðum aftan á sá hann að þetta var kjúklingur frá Tælandi. Og ég vil aðtöðu það að þetta á við nýs og vöru, þetta kannski með græna skráakattunum en svo stendur með litlu stöðum svona upprunandi sem maður kannski ekki voðalega hress með
Þetta ónæmi á Indlandi, í umhverfi á Indlandi, þar sem kjúklingar eru í kjúklingaumhverfi, opinberar tölur, og hérna sjáum þið, þetta meropenem, það af flokki carbapenem sýklalyfja sem eru breiðvirkustu sýklalyfin sem við höfum. 100% E. coli stofnana voru ónæmir í þessu umhverfi. Vindum okkur aðeins að fiskinum. Þegar ég skoðaði þetta, þá kom mér á óvart, eins og ég sjá á þessari mynd, að við neytum núna, heimurinn í heiminum er meira neytt af sjávarafurðum úr fiskeldi eða sjávareldi heldur en villtum fiski, heiltum fiski. Og mest af þessari aukningu, alveg ótrúleg, á sér stað í Austur-Asíu og Kyrrahafsríkjunum. Og þetta hefur líka heilmikil áhrif á umhverfið. Það er mikið sýklalyfja notkun í, þó sé ekki á Íslandi og Noregi, þá er yfirleitt nota sýklalyfja í fiskeldi. Og það er oft mikið mengað sem sagt frá umhverfi út í þessi svæði sem verið að rækta þetta, sem hefur áhrif á okkar sameiginlega umhverfi. Hérna sjáum við mynd af dæmigerðu fiskeldi í Suðaustur-Asíu. Man getur ímyndað sér að það getur verið erfitt að halda þessu hreinu. En það eru gríðarlega mikið af sýklalyfja ónæmum bakteríum sem að verða til á þessum svæðum og sýklalyfin eru í umhverfinu. Nýleg grein frá Kanada þar sem sýnir að þessi carbapenem ónæmi er komið í sjávarafurði sem voru fluttar frá Suðaustur-Asíu. Og síðustu þá ætlum ég að tala aðeins um grænmetið. Þó að grænmeti sé ekki eins mikið mengað af enterobakteríum eða þessum grænmeti og stafbakteríum eins og kjöt, að þá neytum þess yfirlega hráu, þannig að það er ekki soðið og það skiptir það er meiri líkur að það kannski gerist í þarmaflórunum okkar. Og grænmetið kemur nefnilega frá ansi víða, sem tala ekki við tala kryddjurtir og annað sem er ekki framleitt á Íslandi. En á flestum löndum er ekki nægilegt ferskvatn til þess að vökva grænmeti eða ræktarland. Þannig að eins alþjóða, Food and Agricultural Organization, áætlar að 60% í heiminum til vökvuna sé notað frá yfirborðsvatni og endurunnuvatni. Svo rækst ég á grein frá Hollandi og hérna sjáum við yfirborðsvatn að þetta sýklalyfja ónæmi fyrir allt upp í 7 sýklalyfjum er orðið mjög útbreitt í yfirborðsvatni í Hollandi og multidrug resistance 11%. Það erum að tala hérna land í Norður-Evrópu. Hvernig heldur þetta sé það í Suðaustur-Asíu? En það er sýklalyfja ónæmi farið að finnast í grænmeti. Þarna finnum við þessi carbapenem massa ónæma enterobakteríur aðeins í kóríander frá Tælandi, salatblöðu, agúrkum og tómatum frá Kína, og ég geti verið með fleiri greinum til að vitna í, og því miður er þetta þessu fjölgandi. Skiptir það máli hvort við borðum grænmeti í Íslandi eða innflutt grænmeti? Sjáum við, eins og við sjáum fyrir okkur íslenskan landbúnað, nægt landrými, nóga ferskuvatni, gvendabrunnar og aðrar uppsettur, á meðan að stærstu hluti heimsins hefur ekki þessi lífsgæði sem við höfum og þarf að búa við mengað yfirborðsvatn til vökunar. Þetta var til þess að við ákveðum að skoða grænmeti á markaði á Stór-Reykjavíkursvæðinu og að sýklalyfja næmi þeirra. Skoðum hérna, eins og sjáið, 415 sýni, meiri hluti þess var reyndar innflutt vegna þess að það var svo lítið á markaði, þetta var gert síðastliðinn vetur og það var ekki eins mikið kannski úrval af íslenska grænmeti eins og innfluttu. Það var engin röstur á berjónum, mest af enterobakteríum og grænusalati, aðeins E. coli var ekki útbreitt. Svo kallar enterobakteríutegundir sem eru í þessum flokki voru langalgengastar og eru reyndar hluti af örveruflóru í grænmeti og eru bara skaðlausar. En það eru í sama flokki og E. coli og salmonella, þannig að ef þær eru með mikið ónæmi, þá gætu plasmið alveg farið frá þeim og í skaðlegri bakteríur. Berist þessar bakteríur í þarmaflóruna. Við könnum sýklalyfja næmi fyrir 15 lyfjum sem er talin þarna upp og allir stofnarnir af þessum enterobakteríum voru ónæmir fyrir 4 sýklalyfjum, en það er þetta rauninni bara ónæmi sem er þeim er hérna
hvað segja, dæmigert fyrir þá bakteríutegund að upplægi, en allt umfram það áunnið ónæmi og sumt af því getur verið sem sagt tengt plasmíðum og sem sagt borist inn. Slíkt ónæmi fannst ekki í neinu af innlendu bakteríusýnunum, en í 11 af þeir sem voru innflutt og það voru langflest frá Suður-Evrópu. Þannig að af þeim rannsóknum sem við höfum, þó vildum gjarnan hafa meiri, þá tel ég okkur geta áleitað þessi lítið sýklalyfjaónæmi í íslenskum matvælum. Við vitum líka að bakteríuónæmi öllum sýklalyfjum geta borist með matvælum og þá helst frá löndum með mengað umhverfi og mikla sýklalyfjanotkun í landbúnaði. Og það skiptir rauninni ekki máli hvort matvælin eru frosin eða ekki, því að þrýsting hefur ekki áhrif á enterobacterialis sem eru með sýklalyfjaónæmi, það hefur áhrif á Campylobacter. En það eru mikill skortur á rannsóknum og áhættugreiningu. Við teljum þá áhættun líklega að vera mest salat og fersku grænmeti, kjúklingum og aðrir fuglar, svínakjöt og nautakjöt í haki og svo sjávarafurðum, sem betur fer þurfum kannski ekki að hafa mikla ráð fyrir því að við erum ekki að flytja inn svo mikið af fiski. En það sem að ein stór ógnin er svo að við höfum gert samninga við Evrópska efnahagssvæðið sem byggir á því við höfum að útluta stærri og stærri tollakvótum, þannig að innflutningur og neysla á kjúklingum frá Evrópusambandinu er að aukast talsvert og er að verða 10%. Og eins og dæmi Sanna sagði áðan að þó að við komum frá Evrópusambandinu þá getur vel verið upprunnin í einhver annar, kannski frá Tælandi. Og svo niðurstaða EFTA-dómstólsins í þeirra sem komst að þeirri niðurstöðu að við gætum ekki hefst innflutning á fersku kjöti sem að gera það verkum eða verður heimilega sem verður vantarlega gert að þá mun vantarlega innflutningur á kjöti aukast enn frekar. Ég held samt að það séu leiðir til þess að koma í veg fyrir það sem löglega leiðir, en það er ekki tími til að ræða það hér. Í samantekt finnst mér, og ég vona að þið séu sammála mér í því, ég gæti verið munnleikri tölu til þess sanna mál mitt í því, að Ísland er með algjöra sérstöðu hvað varðar litla sýklalyfjanotkun og lítið sýklalyfjaónæmi í landbúnaði. Það er raunverulega og vaxandi ógnvænnar bakteríur sem ónæmi fyrir öllum eða nánast öllum sýklalyfjum og hann okkur ljóst og aukin innflutningu matvæla með flýta fyrir því að nær alóna bakteríu nái hér fótvist og það er ekki ný sýklalyfja á markaði, þannig að hvert ár sem getum talið þessa þróun skiptir okkur máli. En eitt sem ég hef ekki haft tíma til þess að ræða er það að við erum að muna að íslensk búfé er búið að vera hér í 1100 ár einangrað og það er ekki meðnum að bara lítinn hluta af þeim súnum eða smitsjúkdómum sem eru algeng í öllum nágrannalöndum okkar og innflutningur þessu getur haft gríðarlega slæm áhrif á íslenska búfénað og þá íslenska bændur og íslensk fæðuöryggi. Og mér finnst að Íslendingar verða meðvitaðir þessa áhættu og hvernig þeir vilja bregðast við ef þeir vilja það gera það. Vilja þeir eins og væri kannski æskilegt að Ísland verði sjálfbært í framleiðslu á kjöti og grænmeti sem að ég tel að myndi vera mikilvægt fyrir fæðuöryggi Íslendinga og ég ætla að enda með því þar. Þakka þér kærlega fyrir, Karl. Þetta var mikið efni að fara yfir á 30 mínútum en hún gerði það aðfræðislega. Bjartmann Sangir og til ykkar líka Bjartmann og Bryndís og til ykkar sem komum. Virkilega gaman að sjá svona marga. Takk fyrir komuna.